það sem að ég ákvað að einbeita mér var sem sagt hefnd þess sem kemst úr eldinum og árásinum. En rétt eins og í Njálssögu þá meining árásamanna að drepa 3 bræður og 1 í viðbót. En 1 sleppur úr eldinum og þá byrjar nýr kafli. Það er svolítið merkilegt að þessara endalausu hliðstæðu við Njálssögu, vegna þess að eins og fólk veit þá Sturlunga saga, sú bók, hún samansett úr ritum, nokkrum ritum og sjálfstæðum bókum. Við vitum ekki hver skrifaðar allar, Sturla Þórðarson skrifaði frá margar af þeim. En svona kjarnaritið heitir Íslendinga saga. Og það mjög merkilegt að hún skiptist í 3 hluta. Fyrsti hlutin hetju sem ber af öllum í friðleik og atgervi, en fyllist ofmetnaði og hellur af því að hún safnar að sér of mörgum óvinum og hlustar ekki á ráð eldri manna. Þetta sagan í fyrsti hlutin í Íslendingasögu Sturlu Þórðarssonar og þetta fyrsti hlutin af Njálssögu. Annar hlutin fjallar það að upp komin hættuleg staða í samfélaginu. Það reyndar sættir, en einn maður gengur úr sættinni vegna þess að kona ragmanar hann til þess að vera ekki með. Það Hildi Gunnur í Njálssögu og það náttúrulega Ingibjörg Þuríður Sturludóttir í Sturlungasögu. Síðan í framhaldinu þá ákveðið að ráðast á íslenskt stórbýli, þangað kemur herflokkur og ætlar að ryðjast inn í bæinn til þess að drepa þessa 4 menn. En í báðum sögum þá varist að mikilli hörku úr dyrum og öllum opum, og það endar með því að þeir sjá sér 2 kosti. Annar sá frá að hverfa og hinn að leggja eld að húsunum og nú taka húsin að loga, segir í báðum bókum. Hliðstæðurnar eru síðan endalausar þarna á milli. Þarna koma eins og Óttar drap á, koma húsmóðurinn á bænum ásamt tengdadóttur sinni fram í gættina, boðin útganga. Önnur híkar að því hún vill fá að taka mannin sem með, þetta náttúrulega eins í báðum sögum. En það sem við vitum það að Gissur einn af þeim 4 sem slapp út úr eldinum, rétt eins og Kári gerir í Njálssögu, og hann í hefndarhug. Nú heyrðum við fyrirlestur frá hámenntuðum geðlækni rétt áðan, þar sem hann taldi hefndarhug ekki vera til neins, en ég hefði verið í hefndarhug, persónulega. Ef ykkur hefði ráðist á heimili mitt, drepið eiginkonu mína og dætur. Ég hefði hugsað með mér hvort að ég skera honum hausinn og svo framvegis. En hann sem sagt í þeirri stöðu, Gissur. Hann sleppur út úr bálinu og stendur þar sem að Óttar endaði áðan. Það borið út að skildi líkin af sonum og eiginkonu, og hann horfir á þetta og segir: hér máttu líta grófu eiginkonu minna og svo framvegis, og stekkur haglur augum hans, og þarna byrjar hefndarkaflinn. Það sem mér finnst einna áhugaverðast í þessu það sem ég nefndi áðan, að þarna Hrafn Oddsson sem að þóttist hafi verið vinur hans frá því bara daginn áður. Hann kemur út á morgni, daginn áður þá faðmast þeir og kyssast hann og Hrafn Oddsson, og Gissur gefur honum stór gjöf, hest úr Skagafirði, góð hest að sjálfsögðu, og Hrafn þykist þeirra að fara heim til sín vestur í Dali, en í staðinn þeirra að fara heim til sín fyrir hann beint að Hólum hér fyrir norðan, því að þar ætlar hann að hitta svila sinn og brennumenn morgunin eftir þegar þeir eru búin að drepa alla á Flugumýri. Það sem sagt, hann veit alveg hvað í gangi, og hann kemur á Hólum
og þar norskur biskup, Heinrekur Kársson, eins og við köllum hann Íslendingar, hann sjálf heiti eitthvað annað, og hann tekur Gissuri fagnandi og segir vertu alveg rólegir, þeir eru að koma hérna félagvinir, þeir eru búin að drepa alla flugumýri. Svo koma þeir, glaðir og reifir, sjálfsagt með reik í fötunum eftir það sem gengið hafði á, og þeir setjast harla glaðir og biskupinn, sem að maður hefði nú haldið að væri svona, hefði haft eitthvað kristilegt hugarfar eftir að þeir höfðu drepið hérna konur og börn og fjölda fólks í grimmilegri árás og morðbrennu. Hann tekur þeim vel og þeim er boðið morgunverður, og í morgunverðinum þá frétta þeir að einn af þeim fjórum sem þeir ætlaði að drepa, þar segir Gissur, hafi komist lifandi út. Þetta er nákvæmlega sama sagan og Flossi Þórðarson Svínfellingur og hans félagar frétta þegar þeir frétta að Kári hafa komist út úr eldinum. Og það sem er svo einkennilegt er það að þarna er sem sé kominn Hrafn Oddsson, og hann er þarna með þeim, og það er honum sem verður á orði, það sama og einhverjum manni heldur Flosa sjálfur verður á orði, þetta með því að bana margra okkar. Og nú er staðan þessi. Gissur er komin út, hann er að hrækja upp úr sér tjörinni og reiknum eftir eldinn. Hallfríður Garðafylli er búinn að elja honum á lærið sér eftir að hann hafi verið honum í ísköldu sýrukeri sem er grafið í sandgólf hérna rétt norðan við Hríð. Og hann hugsa með sér, nú hefst, það er ekkert eftir nema að hefna sín. Og eins og ég nefndi áður, ég hefði hugsað sjálfur það sama í hans sporum sem ég vona ég komist aldrei í. En nú gerist hefst alveg sami kafli og í Njálssögu, að það er Kári og það er sumar í Njálssögu, og það er kjarrivaxin kjarrivaxna sveitir. Hann næri eitt svona comic sidekick sem er Björn í Mörk, sem segir alltaf eitthvað vitlaust. Hann er svona eins og Sancho Panza í sögunum Don Quixote. En það er ekki svoleiðis hjá Gissuri. Það er vetur. Þetta var veturnætur og nú fer vetur að. Hann safnar að sér harðsnúnum flokki og leggur af stað í hefndarleiðangur. Þeir höfðu flúið hérna yfir Tröllaskagann og yfir í Eyjafjörð fyrst. Hann fer þangað og leitar upp í brennumenn, og hann finnur 8 brennumenn finnur nokkra brennumenn í fyrstu ferðinni, en er ekki ánægður því þetta er allt einhverju smákallar. Og þetta er ekki eins og í Njálssögu þar sem að menn fara Þórsmörk og hinnar grasivöxnu sveitir Suðurlands á sumardegi. Hann er á vetrarlagi, þegar honum er lýst, hann var í miklum geitskinnskóm og loðjakka. Hann er með harðsnúið flokk í kringu sig. Þeir finna einn og einn ræfil sem er skíthræddur, hann er flúinn inn í afísi eða upp á sperrur inn í hlöðu, en þeir nást þar og eru dregnir út og höggnir án allrar viðhafnar. Og hefur hann búinn að drepa slatta þessum mönnum, þá er Gissur mjög óánægður vegna þess að hann hefur ekki náð neinum af foringjunum. Nú kemur til sögunar enn á ný Heinrekur Kársson biskup og fleiri menn, að þeir setja gríð á milli Gissurar. Það krefist þess að það verði gríð á milli Gissurar og brennumanna, svoleiðis að þeir eiga að vera einhvers staðar austur í sveitum fyrir austan Skjálfandafljót eða einhvers staðar þar.
og hann í Skagafirðinum það að halda skrið, en þá fréttir hann að því að einn af foringjum brennumanna, Kolbeinn Grön Dufgusson, hann sé á Kvennafari í Eyjafirði. Því hann átti þar frillu og hann kom þar gjarnan á nóttum. Og þetta eini maðurinn sem einhvers virði af þessum mönnum. Kolbeinn Grön Dufgusson einn af lykilmönnum í bardagasögu þessara aldar. Og hann hafði verið kannski öflugasti stuðningsmaður, einn af öflugustu stuðningsmönnum Sturlu Sighvatssonar á sinni tíð. Hann var með Þórði Kakal og bræðrum sínum alla sinna tíð. Þeir hétu Björn Drömbur og Björn Kægill. Við getum ímyndað okkur hvernig þeir voru svona í laginu cirka. Og Svarthöfði Dufgusson. Hann, merkilegt nokk, kemur náttúrulega út úr þessari sögu sem dálítil hetja þó hann sé einn af brennumönnum vegna þess að hann fer fyrir flokknum á eina hönd og Eyjólfur Ofsi og annar stað þeir fara hvor af sínum dyrum og það sem Kolbeinn Grön fer að þar koma út í gættina Gróa kona Gissurar og Laukur ættarinnar, Sturlunga ættarinnar, dóttir Sturlu Þórðarsonar og hún þorir ekki út eftir að hún sér að Gróu hendin í bálið aftur þegar hún kemur í gættina. Og það þá Kolbeinn Grön sem hleypur inn í bálið og inn í eldin og nær í barnið og dregur hann út og var hún mjög þrekuð barn að aldri, skrifaði faðir hennar í sögunni. En þarna fréttar af honum og ná honum þar sem hann á Kvennafari, líklega berrasaður, reyndi að fela sig bak við gardínur í framarlegi Eyjafirði. Þeir draga hann út úr húsum, hann náttúrulega óvopnaður og ekki til átaka, en þeir eru með þannig Gissur með mikið flokk í kringum hann, þeir umkringja hann og hefja að höggva hann. Hann náttúrulega veit alveg hvað að gerast en áður að skemmta sér við að síðustu mínútunum sem hann lifir að í hvert skipti sem ykkur heggur þá grípar hann einhvern úr flokknum og dregur hann undir höggið. Svo eins að þeir eru búin að drepa þá herskari stórskaður í kringum hann. Upp úr þessu þá Gissur á aðra hönd, Skagfirðingamegin og hinum megin eru Eyjólfur Ofsi, foringi brennumanna og Hrafn Oddsson sem hafði verið kissandi og faðmandi Gissur og hans syni og konu og börn og fjölskyldu og heimilistýr sjálfsagt í 4 daga áður en hann fór út og vissi að hann væri að fara að hitta svila sinn morgun eftir þegar hann væri búinn að drepa allt þetta fólk sem hann hafði verið að gera sér dælt við. Og Gissur að sjálfsögðu vildi ná Kolbeini Grön og hann búinn að ná honum. Hann vildi ná að sjálfsögðu Eyjólf Ofsa sem var foringi í þeim leiðangri sem hann kom og draf hans fjölskyldu. Og hann vildi ná Hrafni Oddsinni að sjálfsögðu sem hafði setið með honum allan þennan tíma án þess að segja frá því, án þess að reyna að vara hann við. Að vísu reyndi Hrafn að vara hann við, segir sagan. Vegna þess að þegar hann kveður eftir þessa marga daga veislu og flugumýri þá hann út á hlaði með Gissuri. Gissur gefur honum hann að góðast og þá segir Hrafn við hann: hafðu nú varan á þér góði, eitthvað álíka. Álíka loðið. Og Gissur spyr: ekki veit ég hvaðan mér á að koma ykkur ógn. Og þá segir hinn: ég veit ekki hvaðan óður og ölur munu koma. Þetta minn réttlæting fyrir því að láta óður og ölur náttúrulega gerbilegur og blindhullur. Ekki veit ég hvaðan þeir munu koma, en sum sé, hann þurfti að ná Gissuri. Og hann þurfti að ná Hrafni Oddsinni, svo Gissur.
Svoleiðis að honum tekst að búa til að þeir hittist á einhvers konar sáttafundi með sitt lið og þangað kemur Hrafn Oddsson með bara fáa menn og lítið vopnaða en Gissur kemur 40 þungvopnaða menn og nær Hrafni Oddssoni á sitt vald. Og maður getur, ég veit ekki hvort að nokkur efast það hér, til líkan haturshug hann lítur að hafa borið til þessa manns sem hann hafði setið hjá honum konunglega veislu í 3-4 daga vitandi að svílið hans var að koma nóttina eftir að hann færi með stórgjafir frá honum sjálfum til þess að drepa hann og farandi á einhvern allt annan stað en hann þóttist að fara á vegna þess að hann að hitta morðingjana og sjálfst að fagna þeim og skála og Gissur nær hann þarna á sitt vald. Gissur sagði síðar ekki skilji hvað olli því að ég let hann sleppa óskattaðan og í friði því að ég hafði einsett mér að minnstakosti blindan eða gelda en þeir kveðja sem vinir á þessum fundi og þetta finnst mér benda til þess að hann hafi haft einhvern algjörlega ótrúlegan psykopatískan sjarma sem að fylgir siðleysi þar að segja að þú getur logið hvað sem ég held ekki að okkar geti logið til svona vegna þess að hálfu mánuði seinna var hann komið herflokk til þess að drepa hennar sama Gissur þar sem hann beið skips á Suðurlandinu. Ég ætla nú ekki að hætta mér út í ofmikla geðlæknisfræði, ertu ekki sammála mér þetta Óttar að þetta einhver psykopatískur sjarmi? Hvernig getur logið því að mönnum að þú sért vinur þeirra dögum saman, hvernig getur kysst börnin þeirra dögum saman, skála við þau, sagt að þið séu það vinir að eilífu þegar þú meinar ekkert með því? Já, hann svona, hann sýnir af sér ákveðna tegunda siðblindu en hann náttúrulega ekki nærri siðblindur og Kolbeinn ungi, sko. Þannig að því að ég náttúrulega frendi minn, sko, þannig að ég nú ekki að til í að fordæma hann mjög mikið, sko. En það svona, hann náttúrulega sýnir þennan sem kallar fínmálið, þennan dualismu, þessa tvíhyggju að menn geta annarkvort verið mjög vondir, að sami maðurinn getur verið mjög vondur og líka mjög góður. Og þetta sjáum við til dæmis mjög oft í Sturlungu, sérstaklega hjá Kolbeinn unga og sem sýnir af sér annars vegar gríðarlegt miskunnarleysi og siðblindu og hins vegar hann mjög vinsæll af allri alþýðu manna. Þannig að þetta aldrei eins og Heimir Steinsson, fyrrverandi útvarpsstjóri, sagði, sko, þegar hann sagði viðtali, í mér býr fól. Þannig að það var ákveðið fól, það fól í frænda, Hrafni Oddssyni, en hann líka mikill ágætismaður. Þú rekið og flottur. Svo ég gengin í Framsóknarflokkinn. Sko, þetta að geta setið heila veislu og skálað og mælt vinarorðu við fólk í dögum saman, kysst börn, gestgjafaðina sem þú veist að svíliðin að koma til þess að drepa kvöldið eftir. Já, ég næ þess ekki, sko. Og þetta, hvernig honum tekst að þegar Gissur, hvað hefði komið fyrir Gissur? Setjum okkur í þessi spor. Einhverju menn koma á ráðastun og heimilið þetta nótt. Þeir drepa öll börnin og konuna og leggja heimilið í rúst. Þú stendur uppi með ekkert nema reyk og tjöri í vildunum. Ætlar að fara að vingast við mennina. Hann vingast við hann. Og þeir sættast og þeir skilja sem vinir. Og sjálfsagt með eilífum griðum, hálfum mánuði seinna Gissur búinn að safna miklu liði vegna þess að Hrafn búinn að safna miklu liði. Gissur að fara til Noregs til þess að tala við Hákon konung og hann ætlar að ná honum í fjöruna áður en hann fer en þeir koma aðeins og seint og skipið farið. Það svona persóna í Njálssögu eins og liðstæðnar eru alveg stöður og endalausar það náttúrulega Mörður Valgarðsson
Og Mörður Valgarðsson, hann eins og við vitum, hann lýgur endalaust að mönnum, fær á sitt band, hann fær Njálssyni, Skarphéðin og Kó og svo Kára Máðara með sér til þess að trúa því að sá góði maður, Höskuldur Hvítanesgoði, hálfbróðir þeirra eða uppeldisbróðir, svona kristfígúra, að hann sitji á svikrað og ætla að drepa á. Og Mörður Valgarðsson hefur orðið mörgum mönnum ráðgáta í gegnum tíðina og ýmsir menn, Jóhann Sigurjónsson og fleiri hafa skrifað hann bækur og leikrit og myndlistamenn hafa teiknað og þeir hafa alltaf dregið hann upp eins og svona rottulegan karakter. Svona einhvern svona mjóslegin niður, horfandi niður með svört augu sem svona gengur á milli mann og lýgur. Svoleiðis mönnum hefur aldrei nokkuð maður trúað í gegnum tíðina. Kemur ykkur svona gæi og segir, þeir ætla að fara að drepa, þú hlustar ekki á þá. Þú þarft psykopatískan sjarma til þess að geta logið svona að fólki. Þannig að ég held að Hrafn Oddsson hafi verið hugmynd þess Njálu höfundarins sem var náttúrulega uppi og hans samtímamaður að Merði Valgarðssyni, maður sem alltaf tekst að fljóta ofan á, fá alla til þess að trúa sér eftir allt sem að undan er gengið, bæði fyrir og eftir Njálsbrennu, þá er alltaf Mörður Valgarðsson fyrir að talsmaður. Hvernig sem hann svíkur það? Sum sé, þarna höfum við hann. Til Íslands höfðu verið sendir af Hákoni Noregskonungi Gissur til þess að taka völdin sem að hélt sem myndi gera í friði og sátt með brúðkaupin og flugumýri og Þorgils Skarði, náfrændi Sturlungana. Fyrir var Hólabiskupinn Hinrekur Kársson sem hafði verið sendur áður bara til þess að sjá til þess að þetta gengi sæmilega smurt fyrir sig. Það er eins og hann hafi áttað sig á því þegar að Gissur er kominn, hann ætla ekki að standa við þetta svoleiðis að hann ákveður að standa með brennumönnum. Þessum djöfusis ofbeldis og glæpamönnum sem að koma hér að næsta bæ hérna fyrir norðan okkur og brenna þar allt og drepa allt sem að fyrir þeim verður. Konur og börn og hvað sem er. Hann ákveður þetta líklega okkar menn, hugsaði biskupinn, og ákveður að standa með þeim. Og eftir að á öllu þessu við gengið og Gissur er sloppinn út úr eldinum og hefur þó farið einhverjar herfarir þarna hér austur eftir og náð þar einhverjar reglum hér og þar í frostinu og leiðindunum og hjarninu þar sem þeir hafa falið sig á kömrum og upp á loftum og náðu að draga það út og höggva um hausinn, þá kallar hann það griðrof og dæmir Gissur til eilífs bans. Hann má ekki einu sinni verða jarðsettur í vígða mold ef að svo ber undir. Hann má ekki umgangast annað kristið fólk, hann má ekki koma í kirkju og þetta er mjög vont fyrir kaþólska menn. Og með þetta situr Gissur, hafandi þó náðu að drepa 8 af brennumönnum. Svoleiðis að hann ákveður að fara suður á land og taka sér þar skip út til Noregs til þess að tala við Hákon Hákonarson konung og fá frá honum aflétt þessu banni og hans mönnum. Og það er þar sem að Gissur eftir að þetta allt saman reynir að ná honum og drepa hann. Nú er þeir eftir, hrapsi ég, já. Nú er þeir eftir foringjar brennumanna, merkilegt nokk, af því annar var í veislunni sem var brenn, Eyjólfur og Hrafn, þeir eru foringjar brennumanna. Og Gissur er búinn að fá mann austan af fjörðum, mjög efnilega ungan mann, Odd Þórarinsson, til þess að sjá sýslu sína hér í Skagafirði meðan hann er í burtu. Bróðir þessa Odds
var Þorvarður Þórðarson og hann hafði skömmu áður reynt að komast í lið brennumanna með það fyrir augum að verða forystumaður Eyfirðinga. Varð ekki mikið ágengt en var að reyna það ennþá meðan að Gissur, sem náttúrulega höfuð óvinnurinn, setur Odd yfir þetta allt saman. Oddur, þessi ungi maður, honum lýst nokkurn veginn með sömu orðum og Gunnar á Hlíðarenda lýst í Njálssögu. Þetta var kveikjan að því að sá stórmerki fræðimaður Barði Guðmundsson, sem skrifaði bókina Höfundur Njálu, fékk á hugmynd að hann hlyti að vera bróðir Þorvarðar Þórðarsonar. Það sé að hann væri bróðir Þorvarðar Þórðarsonar, en að Þorvarður Þórðarson væri bróðir hans og sem sé hefði sami Njálu. Og þetta getur verið ykkur lógík í svona hugmynd, en allir vita þar sem að hafa fengist við að skrifa bækur og stúdera litteratúr. Ef þú sér sömu mannlýsinguna í tveimur bókum, þá miklu meir líkur á þessi sami höfundurinn. Við þekkjum til dæmis frá Halldóri Laxness eins og taóistinn sem gengur aftur í mörgum af hans bókum. Það ekki vegna þess að einn taóisti sé bróðir hins, heldur vegna þess að það sami höfundurinn sem lýsti þeim báðum. En allavega, þarna kemur á sviðið Oddur Þórðarson og hann tekur að sér að fara í næsta hefndarleiðangur þegar Gissur farinn á landi, hann sestur að hér á Geldingaholti í Skagafirðinum. Hann tekur að sér að halda áfram hefndum eftir brennuna og hann fer annan hefndarleiðangur og nær þá að drepa 5 manns út í Hrísey og svo út í Grímsey. Það er svolítið skemmtilegt að Gissur í sínum fyrsta hefndarleiðangri drap 8 manns og svo drap 8 5. Þetta er nákvæmlega sama tala á hjá Kára eftir Njálsbrennum. Fyrst drap hann 8 manns og svo 5. En Oddur þessi Þórðarson, hann sem sagt byrjar að miklum dugnaði, en verður það fyrir því að Hólabiskupinn Hinrikur Kársson bannfærir hann stóru banni og hann fer algjörlega á taugum og hugsa með sér að það má ekki þessu huslanni í víðri mold, svoleiðis að hann ákveður að ráðast að biskupi, taka hann höndum og þrú honum til þess, þar sem hann situr við svona borð eins og við sittum hér, eftir að rétt að klára matinn, þrú honum til þess að taka bannið aftur. En biskupinn hann þver og lætur sér ekki segja svoleiðis að Oddur Þórðarson dregur hann með sér í virkið hérna rétt fyrir norðan sem að Kolbeinn ungi hafði látið gera fyrir ofan Flugumýri og þar enn og setur hann þar ofan í hólunum og segir þú sleppir ekki út þegar þú tekur bannið af mér. En áttar sig á því að biskupinn það þver að hann mun aldrei gera þetta svoleiðis hann skilur lúgun eftir opna. Svoleiðis að biskupinn flýr. Biskupinn þá búinn að láta boð ganga að allir höfðingjar landsins koma og bjargi sér og þangað koma allir foringjar landsins, Sturla Þórðarson, Eyjólfur Ofsi Hrafn Oddsson, þetta er allt fjandmenn eftir það sem gerist á Flugumýri. Og það kemur ekkert út úr þessu nema það endalaust stríð á milli hópanna og biskupinn verður æfur yfir því að höfðingjar landsins vil ekki styðja sig sem höfuð kirkjunnar. Upp úr þessu þá safna þeir liði, Eyjólfur Ofsi, foringi brennumanna og Hrafn Oddsson og þeir ráðast hér að Geldingaholti og umkringja bæinn. Það er nú ekki getið það að Oddur Þórðarson hafi verið með boga og heldur ekki að síðar kona hafi verið það sem hefði hugsanlega getað snúið lokk í bogastreng. En að öðru leyti það var allt með mjög sömu formerkjum og þegar ráðist að Gunnar á Hlíðarenda. Og á endanum það svo að þeir rjúa þekjuna sjálfsögðu eins og var gert á Hlíðarenda. Og hann kemst út og svo er því lýst að enginn maður fyrir að síðar hafi getað varist lengur og víðum velli með skjöld og sverð. En á endanum hann uppgefinn og drepinn. Og
Þorvarður Þórarinsson sem áður hafði reynt að vingast við brennumenn í vonum að verða höfðingi Eyfirðinga, hann að sjálfsögðu þar núna að hefna bróður síns og nú illt í efni því að hann skortir fulltingi og liðsafla til þess að ráðast í því stórvirki sem að berjast gegn þessum brennumönnum undir forystu Hrafns Oddssonar og Eyjólfs. En þarna þessi maður sem að Óttar talaði svo illa áðan, Þorgils Skarri, sem hefði komið til landsins og dreymt að vera höfðingi Skagfirðinga eða Borgfirðinga og verið hafnað allstaðar. Hann býður honum nú að ef hann vilji hjálpa sér við að hefna bróður síns, þá muni Þorgils Skarri loksins fá völd í Skagafirði. Þorgils Skarri var bróðursonur Sturlu Þórðarsonar sem skrifar þessa sögu og Þorgils slær til, hann fær Sturlu Þórðarson sem skrifaði söguna alla með sér í lið. Þeir fara fámennir og illa vopnaðir norður í land og mæta þar liði Þorvarðar og þetta endar í bardaga þar sem að virðist mjög halla á þá á Þveráreyrum í Eyjafirði og aftur kemur þarna merkileg lýsing á Hrafni Oddssyni. Þarna tekst bardagi og að því að Þorgils Skarri hafði lært herfræði í Noregi rétt eins og Þórður Kakali að þá þrátt fyrir í rauninni liðsmun og lítinn vopnaafla þá tekst þeim að sigra hennar bardaga. Foringjar bardagans á hina höndina eru Hrafn Oddsson, þessi maður sem allstaðar flýtur ofan á, og Eyjólfur Þorsteinsson, ofsi sem að brendi hér bæinn á Flugumýri. En þegar að Hrafn Oddsson sér að líklega munu þeir tapa bardaganum og þessu að drepa Eyjólf Þorsteinsson, þá pillar hann sér í burtu. Kemur sér í burtu. Í staðinn fyrir að klára þetta með sínum liðsmönnum, þá pillar hann sér og sleppur. Seinna þegar að Gissur komin aftur til landsins 1258 með lúður og merki. Hann var ekki fínn að vera með lúður og merki, það þýðir hún sett jarl yfir landinu. Hann komið með lúður og merki frá Hákoni konungi að hann sé jarl yfir landinu. Þá tekst Hrafni Oddssyni að fara út til Noregs og kjafta sig inn á Hákon konung það að hann fór að ráða Vesturlandi. Úr þessu verður henni vestaflækja vegna þess að Gissur var búinn að segja við Sturlu Þórðarson: þú mátt ráða Vesturlandi vinnur, og Sturla var sestur á Reykholti, þeim höfuðstað. En þá kemur Hrafn Oddsson og rekur hann í burtu. Og sonur Sturlu Þórðarssonar sem hét nú Snorri Sturluson og allt annað, og hann verður svo reiður að hann ákveður að fara að gera aðför að Hrafni Oddssyni sem hins vegar komin svo hátt á stall hjá Noregskonungi að hann getur kært þá feðga fyrir landráð fyrir að ráðast að umboðsmanni konungs í héraðinu. Sturla Þórðarson, þessi mikli snillingur sem samdi allar bestu bækur miðalda, hann strípaður á öllu sem eignum, rekinn út í skip sem bandingi og rekinn til Noregs vegna þess að Hrafn þessi Oddsson hafði tekið hann höndum fyrir einhvers konar móðgun í sinn garð. Sturla kemur til Noregs og þar á Hákon Hákonarson konungur að dæma hann fyrir sakir sem eru dauðasakir, það að segja landráð. Sturla okkar svo heppinn að þegar hann kemur til Noregs þá Hákon konungur farin í opinberu heimsókn til Orkneyja og í þeirri opinberu heimsókn þá tekur hann einhverja sótt og deyr. Svoleiðis að Sturla situr þarna sem eiginlega bandingi og fangi prinsins í Noregi sem seinna var kallaður Magnús Lagabændir, Magnús Hákonarsson, annar Íslandskonungurinn,
Kona Magnúsar Lagabætis heyrir hann segja sögur á svona það sem hann hafði sem fangi framöndu svefni í skipi. Það sem heitir Hásetapláss á togaranum. Og þar situr hann til þess að sko vinna sér inn fyrir mat og segir mönnum sögur upp úr Grettissögu tröllkonuna mikla. Og henni finnst þetta svo góð saga að hún segir við konunginn Magnús og það hlusta á hann Íslendinginn. Hann segir svo góðar sögur. Og Magnús fer og hlustar á hann og segir svo við Sturlu eftir að hafa heyrt hann segja sögur heilt kvöld: ég held að þú kveðir betur en páfinn. Og réð hann til þess að skrifa fyrst sögu föður síns, Hákonarsögu Hákonarsonar sem við öll þekkjum, og seinna Magnúsar sögu Lagabætis sem að Danir brenndu miskunnarlaust vegna þess að þar kemur fram hver samdi allar þessar bækur. En Hrafn Oddsson lifði allt þetta af og þegar hann loksins drapst þá var hann kallaður líflæknir og það var búið að gera hann riddar einhvers staðar í Noregi og hann féll í bardaga með Noregskonungum. En sum sé, Gissur hins vegar sem var slappað út úr eldinum, hann náði að drepa fjölda manns, hann náði að koma heim og verða með lúður og merki, að verða jarli við landinu. En eins og segir í sögunni, hann var kalinn kvistur. Hann var búinn að missa allt sem að skiptir máli í lífinu. Og faðir hans hafði stofnað Viðeyjarklaustur, hann hvarf þangað inn og þar dó hann og þar lýkur Íslendingasögu Sturlu Þórðarsonar. Menn hafa verið með alls konar ágiskanir það hvar byrjar svo saga, hvar endar hún og af hverju hún svona og af hverju allt þetta langa bil. Ástæðan sjálfsögðu svo að í byrjun sögunar eru kynntir til tveir menn og það er satt frá fæðingu þeirra beggja. Það eru Sturla Sighvatsson og Gissur. Síðan þegir sagan í tveimur löngum tímabilum meðan Gissur erlendis, fyrst í 9 ár og svo í 7 ár. Og þar kom einn kaflar sem heita Þórðar saga Kakala og Þorgils saga Skarða. Svo lýkur sögunni með andláti Gissurar. En sum sé, ég tel að þessi varasamt að menn séu að ráðast að flugumýr og brenna þar bæina. Það fer bara illa fyrir þeim sem það gera. Og ég segi svo takk fyrir mig.